Ég er mættur í Reykholt í Borgarfirði. Hér er náttúrulega einn sögufrægasti staður á Íslandi. En ég ætla ekki að skoða einhverja sögu, ég ætla að skoða Reykholtsskóg sem er hérna fyrir ofan. Í Reykholtsskógi var plantaður aldamótaskógur 2000. Spennandi að sjá hvernig þau tré hafa vaxið. Let's go! Hér er hestagerði, þannig að ef menn vilja koma á hestum og njóta skógarins þá er hægt að hvíla þá hér meðan maður lappar um. Svo er hérna torfhús og Höskuldagerði, þetta er eins og nafnið á göttunum minni í Grindavík. Höskuldavellir. Það fyrsta sem tekur á móti manni þegar maður kemur hingað í skóginn er þetta skilti. Og hér er verið að rekja sögu skógarins og byrjuðu fyrstu gróðursetningar í byrjun þarsíðustu aldar á 20. öld. En svona 1948 þá hófust gróðursetningar sem að svona kannski mynda svolítið skóginn í dag. Ég ætla ekki að fara yfir alla söguna, það er hægt að lesa hérna, bara heimsækja skóginn. En það er áhugavert að sjá að það er búið að stækka skógræktarsvæðið og nær það alla leið héðan og að Hvítá, sem er þannig lengst. Hérna meðfram skóginum er gata sem heitir Miðaldagata og er ekki ólíklegt að maður sé að labba bara á sömu götu og Snorri Sturluson. Hérna hefur við eina sanna íslenska skógargött. Villtur köttur, ekki hrifinn af fólki. Ja, jú, kannski. Ég er rosalega hrifinn af svona blandskóg. Mér er svo gaman þegar svona alls konar tegundir. Þetta sé ekki bara stór breiða af sitkagreni eitthvað svoleiðis. Það er svona birki, víðir, greni, lerki, aspir. Þannig að það er bara allt í blandi hérna. Gulvír. I like it. Ég sagði í byrjun að það væri hérna aldamótaskógur. Þessar tré sem voru gróðursett árið 2000. Það voru gróðursett hérna 280.000 plöntur. Ein planta fyrir hvern Íslending. En ég veit bara ekki alveg hvar þessi skógur er. Hann er ekki svona merktur, en ég veit ekki.
Svona grunar þetta sé hann hérna. Gæti þetta ekki verið svona 20 ára gamall skógur hérna? 24 ára gamall skógur. Ég veit það ekki. Mætti vera merki einhvers staðar. Það eru til heimildur það að það hafi verið miklir skógar hérna á Reykholti. En í aldanna rás hefur hann greinilega horfið mjög líklega á 19. öld. En hérna skógurinn að koma aftur og það gaman að sjá að hér sjálfsáð birki og það greinilega vex vel hérna í Borgarfirðinum. Ég las í upplýsingum fyrir skóginn að það var tekið sérstaklega fram að það væri talsvert sveppi. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað óeðlilega mikið hér en sannarlega eru sveppir hérna í skóginum. Alls konar sveppir. Ég reyndar ekkert vita af sveppum, en ég ætla ekkert að þykjast vita eitthvað hvernig sveppur þetta eða þessi sveppur þarna. Eða þessi þarna. Gaman að koma hingað, en mér finnst svona vanta pínu stíga. Það er svona stíga, merkta stíga. Fyrir mann sem þekkir ekki svæðið þá leggur maður ekkert í að labba einhvers staðar inn á milli, sko. Þannig að flotti stígar í þennan flotta skóg, það er málið. Hérna höfum við gulfir og ég hef bara sjaldan séð þykkan stofn á gulfi. Þetta er bara svolítið alvöru. Fleira verður það ekki í þessu myndbandi, en í næsta myndbandi höldum við áfram að skoða Reykholtsskóg. Meðal annars mun ég spjalla við formann Skógræktarfélags Borgarfjarðar, skoða trjásafn, kynnast örlítið sögunni á staðnum. Munið endilega gera subscribe og sjáumst í næsta myndbandi.